Góða kvöldið, kæru áhorfendur og verið velkomin með okkur hérna á IATV á lengjudeild kvenna. Við erum hér í samstarfi við Live og við erum í beinni á fótbolti.net líka og Örn heiti ég og er hérna og verð hérna með Berglindi Þráinsdóttur með mér hérna og já, Berglind, velkomin og sjá við erum aðstofana hérna við þetta þarf að vera svona heyrur í mig Berglind? Já, við mátt færa mikrofón aðeins nær hérna svona ok, þá heyri ég í þér og það er hérna já, þetta er bara alveg að bresta á og ég held við verðum bara að vera dálítið snögga að láta vaða hérna í byrjunarliðin og við sjáum hérna byrjunarlið Skagans Khalil Keshvari í markinu, Mattisson Brúk, Erna Karitas, Erna Björt, Sunna Rún, Ísabel Jasmín, fyrirliði Sigrún Eva, Selma Dögg, Birgitta Lilja, Lára Ósk og Vala María. Ekki margt sem að kemur kannski óvart þarna. Nei, alls ekki. Ekki mikil breytings á bekknum Salka, Elisabeth Búkers, Anna Þóra, Arndís Lilja, Nadia Steinun, Bríet Sunna og Athena Líf. Við erum að gera þetta mjög hratt hérna, framundan leikur við Keflavík. Ég hef mjög margar minningar af leikjum á Keflavíkur á IATV í kvennaboltanum. Já, ég og þær líka. Já, það ekki? Jú. Þetta voru alltaf hörkuleikir. Já, þetta eru hörkuleikir og hérna, við skulum kíkja á lið Keflavíkur, Anna Arnarsdóttir í markinu, síðan er Emma Kelsey Starr, Marín Rún, Mía Angelique Ramírez, Kristrún Ýr, fyrirliði Hilda Rún, Hafsteinsdóttir, Brynja Arnarsdóttir, María Rán Ágústsdóttir, Salome Kristín Róbertsdóttir, Anita Lind Danielsdóttir og Ariela Lewis. Síðan á bekknum Vala Björk, Thelma Sif, Kamila Huld, Anita Bergrán, Olivia Madeline Simmons, Votan Amal Fytjudóttir og Ragnheiður Júlía Rapsdóttir og þjálfari Guðrún Jóna Kristjánsdóttir og auðvitað Skagamein Skarphéðinn Magnússon. Já, hvernig finnst þér Berglind, hvernig hefur þér fundist tímabilið farið? Þú ert nú búin að mæta á þessa leiki sem hafa verið hér allavega á Skaganum. Já, bara farið ágætlega af stað hérna hjá stelpunum. Þú veist, þær geta þetta alveg og ættu í sjálf sér kannski að vera ofar með að við svona hvernig styrkleika liðsins. Akkurat, og þeim er náttúrulega spáð mjög góðu gengi en þessi deild verður greinilega bara ansi jöfn. Já. Það má búast við því að það verði mörg lið að berjast bara, það verður alltaf hægt að kalla þetta efri hlutana því að efri hlutin mun tegjast niður í neðri hlutana. Já, og eins og Keflavíkur lið, ég held þetta verður jafn leikur en þeim hefur ekki heldur, þær hafa ekki byrjað heldur neitt sérstaklega vel. Nei, liðin sitja í 7. og 7. sæti með 4 stig hvort eftir 3 leiki. Og bæði með markatöluna 0 í rauninni. Já. Og Keflavík byrjaði að tapa á útivelli gegn Haukum 2-1 í fyrstu umferð, síðan gera þær jafntefli við KR á heimavelli 2-2 í annar umferðin og vinna síðan afturheldingu 2-1 úti. Þannig að IA vinnur afturheldingu 2-0 hér í síðasta leik hérna á heimavelli, síðasta heimaleik, gera síðan jafntefli við Grindavík Njarðvík í Suður með sjó. Já, en voru þær ekki í bikar fyrir því samanliði? Jú, akkurat. Þannig að það eru lítið einhver stór, en við sjáum hérna samt til dæmis að Keflavík sem tapa fyrir Haukum, Haukar eru síðan tapa á heimavelli fyrir IPVF 6-0, þannig að það er rosalega erfitt að lesa í þetta nema hvað IPVF virðist vera, allavega, það er allavega að skora mörg, það er nokkuð ljóst. Og eru í öðru sæti á eftir KR eina taplausa liði sem er áhugavert, það er ekki nýlegar í þessari deild það er hérna er það ekki rétt munað hjá okkur? Ég held að það sé alveg rétt munað hjá mér nefnilega en hér er við værum ekki með svona ljósasjó eða það er að spila úti Nei, þetta býður upp á þetta það er líka ágætt með veðrið núna algjörlega búið að vera náttúrulega sumar síðustu 3-4 daga og maður upplýði bara eins og það væri komið haust bara það hefði bara tekið við strax en þetta að byrja hér dómari í dag er
Rikardas Kani-Sauskas, Heimir Árni Erlendsson og Ram Kristne Gúrung eru aðstoðardómarar. Marín Rún Guðmundsdóttir, Mía Angelique Ramírez, Kristrún og með okkur í þessari útsendingu Guðmundur Kort, Hilda Rún Hafsteinsdóttir, Brynja Arnarsdóttir, María Rán Ágústsdóttir, Salome Kristín Róbertsdóttir, Anita Lind Danielsdóttir og Ariella Lewis. Í liðsstjórn og þjálfari liðsins Guðrún Jóna Kristinsdóttir, Aron Elís Árnason, Ragnar Steinarsson, Amelía Rún Fjellsteð, Eva Lind Danielsdóttir, Leroy Dina Osmani og Óskar Ingi Viglundsson. Í liði heimakvenna Khalil Kesvar í marki. Khalil Kesvar heldur sínu sæti í byrjunarliðinu. Auðvitað samkeppni við markmannastöðuna hjá IA, má ekki gleyma því. Já, og svo náttúrulega Sarpsborg-liðinu erlendis, þannig að þetta út eða ekki í byrjun ágúst. Jú, það verður áhugavert að sjá hver tekur við sem varamarkmaður þá. 22 Selma Dögg Þorsteinsdóttir, 25 Birgitta Lilja Sigurðardóttir, númer 30 Lára Ást Albertsdóttir og 53 Valja María. Ardís Lilja auðvitað komin, hún var í Bandaríkjunum í vetur. Eru fleiri sem mannst eftir sem hafa verið erlendis og ekki komnar eða? Já, það svona Marey þetta og náttúrulega Lilja Björk. Já, auðvitað, og Lilja Björk Ólafsdóttir. Já, akkurat. Það svona, já, og Dagbjörk, hún reynda komin eða ekki? Jú. Áfram nýja stelpur. Þetta séu þessar sem hafa verið út í Bandaríkjunum í vetur. Akkurat. Þetta, þannig að það svona á eftir að svona dýpka hópurinn örlítið. Þetta svona, hefur verið kannski á ekki efni svona fyrstum sinn að það vanti kannski örlítið breiddina af því að það eru ungar stelpur sem hafa í rauninni verið að fylla í skarðið í meistaraflokknum. Já, en staðið sér bara mjög vel. Nadia Steinun á bekknum, hún fædd 2010, Athena Líf fædd 2009 og Bríet Sunna 2008. Já, svo það náttúrulega eins og Birgitta Einá, hún ekki 2008 líka, já. Fyrir auðvitað náttúrulega Sunna sem á vikil. Já, og Sunna og Vala báðar 2008 þetta, en Skagaliði bara strax hér blæst í sóknar og Keflavík missa boltan út af hér. Mattisson, það nú kannski miðað við svona leikinn sem við höfum séð hérna, sem ég hef séð, það er nú að Mattisson Brúk henni stilt upp í miðri vörninni í þessum leik. Í staðin fyrir Önnu Þóru Þormar. Já, og framan af náttúrulega sumri og í vor var hann að spila frammi mikið. Já. Og mér sýnist einmitt að Birgitta Lilja út á hægri til hægra megin í fremstu víglínunni og meðan að það einmitt staða sem að Sunna Rún mannaði framan af. Já. Birgitta gerir þetta vel, kemur hún á Sigrún og hún á og hún hlýtur ekki dæmt. Erna Björk missir boltan, sendikinn út til hægri, Lára til varnar, kemur upp boltinn fyrir markið, Mattisson skalla frá, sterk þarna. Og Skaginn búinn að vinna boltan. Erna Björk reynir að skipta hérna yfir á Birgittu, gengur ekki, sendingu upp í vinstra hornið en þarna vantaði leikmann, Sunna Rún hérna á miðsvæðinu, Erla Karitas vinstra megin í fremstu línunni, Ebba þetta upp á topp. Og ég náttúrulega með rosalega hraðar kantarinn á það báða núna. Já. Það eru mjög snöggar. Bæði Kaja og Birgitta. Kemur langur bolti fram, Anna í marki Keflavíkur, handsamað hennan.
Selma í baráttunni hér, missir af boltanum. Arín til hægri. Og það er fyrsta hornspyrnan hér. Það er einn annar leikur í deildinni í dag. Grindavík Njarðvík tekur á móti Gróttu. Núna klukkan 19:15. Og hérna kemur fyrsta hornspyrnan. Mattisson hreinsar þetta frá. Boltinn aftur inn að markinu en í fangið á Kílil hérna. Hilda Rún. Það var sennilega sending hjá henni. Kílil ætlar að vera snögg að sparka þessu fram en upp í loft fer hann. Vantar aðeins upp á lofthæðina hérna, aðeins. Já, það er svona verið að saka okkur svolítið með að síma nýta þetta. Já, ég ætla bara að fá að slá það út af borðinu. Hérna, Káramenn voru væntir þetta í sjónvarpinu daginn af einu sérfræðingum þar. Ég hef séð önnur lið gera það hérna, en ekki Káramenn. Nei, ég er ekki til í að kaupa þetta. Nei. En aðstæður bjóðu upp á það hins vegar. Já, algjörlega. Það er alveg. Þegar hún á Lára síðan til baka Mattisson. Ágætlega mætt. Já, fín mæting. Svo vanlega hér. Og það er að Mattisson út til hægri á Völu Maríu Vala. Setur hann fram á við og Erna Björk í baráttunni en fín vörn þarna Anita Lind. Það er ekki oft sem að maður sér búninga með yngri auglýsingu. Nei. Svolítið spænst. Það var ekki framan á. Mögulega er hún til sölu. Já. Það geti verið. Já. En Keflvíkingar hér að sækja Emma Kelsey Starr út á Arieli Lewis. Lewis sendinguna fyrir en Skagaliðin er að hreinsa þetta frá og hér fer Birgitta Lilja af stað en Anita Lind er á undan. Vala kastar þessu fram. Sunna nær ekki. Má ekki við margnum eins og Bjarni Feil hefði sagt það. Vala lesi þetta vel. Hilda Rún. Það er ekki að finna samherja. Ísabel fær hann aftur hérna frá Birgittu og Sunna síðan. Birgitta fer á stað, Sunna reynir að finna hana. En Anita er á undan. Setjum út af. Fín pressa hjá Birgittu hérna. Það eru nú ungir og efnilega leikmenn í Keflavíkurliðinu einnig. Kannski Hilda Rún nefnir hana, hún er 2009 módel. Brynja Arnarsdóttir nr. 20 er 2008 og síðan Salome Kristín nr. 22, hún er 2007 módel. En hins vegar inn á milli reynslu boltar. Emma Kelsey Starr þeirra elst fædd 94, Arieli Lewis 95. Já, ok. Það er gríðarlega svona áhugaverð blanda í þessu Keflavíkurliði. Á meðan að það er Ísabel Jasmín sem er aldursforseti byrjunarliðsins hjá Skaganum. Það er 99. En þetta er engin aldur. Nei. Keflavík vinnur boltan. Lewis. Setur hann inn á miðsvæðið. Það er að Kristrún upp til hægri. Starr út til hægri, kemur síðan fyrir gjöfin og þarna mátti litlu muna. Hilda Rún næði skoti á markið. Brynja á Lewis, kemst fram hjá Völu. Fastu bolti fyrir og Kill missir af boltanum. Lendi nú þarna í árekstri. Gríðarleg barátta þarna út á kantinum.
Ramírez reynir að koma boltanum inn á teginn, gengur ekki. En þarna munaði nú ekki miklu að færa illa fyrir Skagaliðið. Já, mér finnst hún í byrjun þær vera hans sterkari. Já. Eða bara, já, grimmari. Vala lyftir þessu fram á við, en Anita gríðarlega traust þarna. Keflavík á þetta innkast. Brynja finnur ekki saman að fær boltan til sín aftur og sendingin hennar séðan út af. Vala kastar frá, Sunna nær að fleita þess áfram. Erna Björt í eltingleiknum þarna, en Brynja tilbaka á Anitu. Anita séðan með hann langan fram. Og Marín átti nú, já, Marín virtist nú skalla þennan út af. Já. En Keflavík fekk innkast í enga suður. Starr tilbaka. Ég held hún sé alls óskild Ringo Starr á þess að ég viti það. Hún er hann í Bílabænum. Já, já. Hvað veit ég? En geti verið einhver frændi eða eitthvað svoleiðis. Þú fær kannski upplýsingar það. Já, það við bara óskum eftir því hér með. Það er netfangi okkar ea.sjónvarp@gmail.com. Ef einhver veit betur en ég, geti verið skemmtileg svona saga. Já. Alltaf að leita skemmtilegum sögum hérna á IATV og þú nú verið svolítið í því að tengja hinn og þessu. Já, það er bara svo mikilvægt í þessum bransa að finna alls konar tengingar. Þetta eru náttúrulega fótboltatengingar milli IA og Keflavíkur eru náttúrulega margar og misskemmtilegar. Já. Það er náttúrulega sennilega fyrsta svona augnabliki sem að kemur upp í hugan þegar maður nefna IA og Keflavík í sömu setningunni. Það er markið hans Bjarna hérna árið. Jú, það glemir því enginn. Og síðan náttúrulega orðið áttu nú við þarna. Hér kemur boltinn inn á teginn og smá vandræðagangur á önnu hana í markinu sem er, já, nota bene, einnig fætt 2008. Ekki dæmt þarna og leikurinn bara fær að halda áfram og ekki dæmt þarna aftur og ekki dæmt þarna heldur. Svona gleypt flautuna, einhvers staðar, einhvern tíðan hefur það nú verið sagt. Svona fannst mér alveg þrjú tækifæri til þess að dæma aukaspyrnu. Já, þú verðist alltaf að láta þetta bara fljóta svolítið. Já, það er svona öllum að ofgera mögulega. Já. En Keflvíkingar að nálgast vítateigska kvenna hérna. Brynja með boltan inn á fjær en Kílil ræður vel við þetta. Og Kílil spilnir hérna fram, finnur Sunnu á miðsvæðinu. Sunna missir hann frá sér hins vegar. Kristrún spila tilbaka. Langur bolti fram á Marín sem að næra snúa, kemur á Starr. En Skagaliðið næra verjast þessu. Við náum ekki að halda nægilega vel boltan. Nei. Kemur Erla Karitas komin hérna yfir til hæri, setur hann í gegn á ætlaði Ernu Björt líklega, en þetta er erfitt við að eiga svo sem.
Já, það eru af þessum leikmönnum Keflavíkur sem Starr er nú bara nýkominn til Keflavíkur. Ariel Lewis er búinn að vera á Íslandi að spila síðan 2022. Leikið með Gróttu og Fylki Afturheldingu og Afturheldingu síðan og Keflavík. Þetta er vel gert. Vel gert hjá Ísabel hérna. Hún reynir að setja Birgittu í gegn, gengur ekki en Birgitta nær boltanum á endanum, kemur á völu, Sunna tekur hlaupið upp í hornið, fær sendinguna og Sunna með boltan fyrir markið og Anna gerir þetta vel og grípur þetta. En fínasta sókn hjá skagaliðinu. Þá kemur Keflavík en má ekki að gera sér matur þessu. Skagaliðið náttúrulega var í B-deildinni í lengju bikarnum í vetur og sigraði hann auðvitað. Þannig að sko það er náttúrulega erfitt og þar voru kannski ekkert endilega mikið af þessum liðum sem eru með þeim í deildinni. Það er svo erfitt að meta hver staðan er raunverulega og hérna Ariel Lewis sleppur hérna fram hjá Völu og hann bakkar vel tilbaka og Lewis reynir skoti, finnur Anítu og síðan kemur skot þarna en Selma er fyrir og Ella Karitas Finnur Mattisson. En já, eins og ég segi, skagaliðinu er spáð góðu gengi og ég veit að markmiðin eru háleit og hér er dæmt aukaspyrna á Sunnurún. Þetta var sannlega minnsta aukaspyrnan sem ég hef séð hingað til en við erum ekki að dæma. Nei. Kannski sem betur fyrr. Ég veit það ekki. Þú varst nú í þessu. Ég var alveg þóttið þokkalegur alveg. Já. Alls ekkert sérstaklega vinsæll held ég alls þegar, frekar en aðri dómarar. Það er mjög sjaldgæft að dómarar sem er meira en 50% sátt sín störf. Já, nákvæmlega. Kemur langur bolti fram hjá Kílil. Selma skallar þetta fram á Sigrúnu sem að reynir að finna Birgittu. Ágætis hugmynd. Brynja námiðsæðið Vala vinnur boltan. Vala leggur á stað. Birgitta utan á henni hérna hægra megin, fær boltan, sendingin og framalega. Það er svo fast. Já. Kort er liðið og þau höfum ekki ennþá fengið kannski marktækifæri þó að hérna meira kannski svona hálf. Já, það er svona næstu í færi sko. Og hérna kemur boltinn fram Mattisson með fína pressu hérna á Marín. Marín Rún uppalinn í Keflavík. Þeir eru eflaust að mörgu leyti mjög svona áþekkt lið ef maður hugsar út í það. Hérna kannski 3-4 erlendi leikmenn en svo hérna heimakonur. Já, svipuðum aldrei hérna. Já. Mjög svo áþekkt lið og mikil barátta hérna. Það er alltaf ánægilegt þegar að liðin utan af landi svo kallið. Já. Síðan á að halda úti ágætis eða góðu kennarlega. Já, klálega. Það sé ekki bara höfuðborgarsvæðið. Og rángstæða dæmt hana á Arielu Lewis. Kílil langan bolta fram. Aníta sterk hérna í loftinu, Ísabel síðan í baráttunni. Kristrún út á Lewis. Lewis reynir að setja hann inn í svæðið þarna. Þarna vantaði samherja. Sunna Rún. Fín pressa hjá Hildi Rún.
Kemur Keflavík. Star reynir fyrirgjöfina og það er hornspyrnan. Þær eru í því að fá hornspyrnunar. Þannig að svona Keflavík hefur svona haft kannski örlitla yfirhund, myndi ég að segja. Ertu sammála því? Já, mér finnst það. Mér finnst það að vera aðeins meiri svona baráttu í það. Finnst það vera Brynja sem að tekur hornspyrnuna. Boltinn inn á teiginn, hann er laus. En Skali nær að hreinsa þetta frá Sigrún ef að geri það. Í innkast. Þá kemur Brynja og tekur innkastið. Vala vinnur boltann, vinnur Kæju. Erla Karítas lyftir honum fram á við. Erla Björk nær ekki þessum bolta. Salome setur hann tilbaka á Önnu sem að tekur hann fram í fyrsta. Vala finnur Sunnu. Sunna heppin hafna finnur Ísabel. Hann tilbaka á Selmu. Hún til vinstri á Birgittu. Lára Sigrúnu, góð vörn hjá Keflavík. Star tilbaka á Önnu. Fram í fyrsta. Ísabel fleytir þess á Völu Maríu. Smá klaufagangur þarna. María Rán vinnur boltann fyrir Keflavík. Og koma þær upp hægra megin. Lewis. Sigrún sem var nú líka í afturrætingu þangað til í vor. Já, það var ánægilegt að hún sé komin heim. Algjörlega. Já, það er að halda því til að það er spurning hvort að þær hafi náð að vera saman í afturrætingu. Alveg mjög líklega. Já, þær voru saman í afturrætingu í fyrra. Sigrún Eva og Arielle Lewis. Já. Það er bara svo leiðis. Afturheldingarliðið auðvitað misti töluvert í vor, en svo sem var það nú fréttnæmt. Já, það fór svolítið fyrir því. Já. Það verið að ræða þau mál með hvernig knattspyrnunni hjá þeim. Og er ekki yngri flokkarnir, þeir eru aðeins að brasa líka. Jú, það er nefnilega... Svona með hvernig hafa verið með sterka þegar ekki yngri flokkar. Jú, og maður það bara vonar að það komi allt saman aftur síðar. Já, algjörlega. Keflavík að sækja hér. Langur. Það er svona allavega eins og leikurinn fer á stað, þá virkar eins og að verða ekkert mörg í þessum leik. Nei, þetta er frekar rólegt. Já. En eins og segi, bæði liðið með 4 stig í 7. til 7. sæti geta í rauninni lyft sér á toppinn þó var ekki nema tímabundið. Allavega jafnað KR stigum sem er í toppsætinu og farið upp fyrir IBVF og HK og Fylki sem eru í öðru til 4. sæti með 6 stig. Og eins og ég segi, og ég held að sko ætli skagaliðið sér eitthvað, þá bara er í rauninni bara hver heimaleikur reyna skildu 3 stig. Já, það er bara svoleiðis. Gera höllina að svona þessu víi sem að stjörnumenn fengur nú að finna fyrir hérna gegn Kára í bikarnum um daginn. Já, aldeilis. Það var mikil skemmtun. Það var gríðarlega gaman. Og náttúrulega upptakan frá þeirri útsendingu okkar eru þetta að finna á YouTube-brásinn okkar og á iatv.is. Hvet auðvitað fólk til þess að það er að safnast stöðugt inn á þá efnisveitu.
endalaust þetta að kíkja á. Já, hér kemur sendingin í gegn, er þetta Caritas, hægist á henni og fínasta skot. Mér fannst rángstöðu lykt af þessu. Sjáum aftur hérna, það kemur Sigrún með sendinguna, við náttúrulega sjáum ekki Kaju þegar hún er leggur á stað. Já, sjáum ekki þegar boltinn er hérna fyrir stað, en hún er, já, virkar allan tæft. Já, en enga síður, skotið, þetta var, já, ég vil ekki segja bara, þetta var ekki bara besta færi, þetta var eiginlega fyrsta færið í leiknum. Já. Og það er Skagakonu sem eiga það. Kaja með ágæti skot og það er ekki að hitta markið. Erna Björk gerir þetta vel, fáar betri í þessu. Isabel lyftir þessu upp í vinstra hornið, aðeins og framalega fyrir Sunnu Rún. Og Mía Ramírez nær að láta hann sigla aftur fyrir. Ramírez kom til Keflavíkur núna í vetur frá ÍR. Var hún búin að vera þar í einhver tíma? Nei, bara eitt tímabil. En fyrir álengur rúmlega hálfnaði, þetta er frekar rólegt og róleg þægileg stemming svona á fimmtudagskvöldi. Já, við viljum nú meira. Já. Fjöri í dag. Já, það hlýtur að koma á endanum. Þá kemur Keflavík. Starr á Marín. Marín gerir þetta vel. Isabel kominn hann tilbaka. Mattisson hreinsar þetta frá. Sigrún Eva sendi ekki frá henni. Ætli Birgittu. Það var svolítið sérstök sending. Hún först og... Ekkert sem að Birgitta gæti gert í þessu. Þessi sending beint á Mattisson. Sunna missir hann frá sér. Kristur hún tilbaka á Anítu. Aníta bara átt að hafna hjá Maríu og Mattisson. Vala fram á Ernu Björk, gerir þetta vel. En Brynja lokar vel á hana þarna. Vala skallar þetta inn á miðsvæðið. Marín tilbaka á Hildu. Hilda út á Ariel Lewis sem er komin inn á teiginn. Fer í skotið en það er vel staðsett þarna. Kílil Kesvar ver þetta af nokkru öryggi en fínasta sókn hjá Keflavík. Þetta er aðeins að lifna yfir þessu. Sjáum hérna Ariel Lewis er bara sér ekkert nema bara leiðin að markinu. En vel gert hjá Erna Björk reynir sendinguna í gegn. Það er aðeins að lifna yfir þessu. Bæði lið búin að eiga hérna ágætis möguleika. Starr fær sendinguna hérna inn fyrir Selma. Döggur á undan. Selma aftur, vinnur boltan og setur hann út af. Á Skaginn, þetta innkast. Sunna tilbaka á Láru, nei það er Ísabel. Þessi sending sluga, þetta er bara mjög jöfn lið. Það er kannski svona það sem maður getur kannski helst sagt hérna. Þetta er alltaf að byrja þannig, þá er þetta bara getið og dottið, já, hvað þeim sem er. Keflavík að sækja. Lewis með hann inn á teiginn. Starr skallar hann inn á fjársvæðið og Vala gerir þetta vel. Pressar vel á Maríu Rán þarna. Já, það er ekki mikið svona sem að skilur þessi lið að.
svona virðist vera. Nei, ekki fyrstu halda mann. Já, núlla hvort annað út svolítið. Já. Selma, Það er alltaf svolítið hættuleg. Þetta urðu, þarna En hann hefur ekki verið að dæma út Nei. Leik, þannig að Ísabel vildi fá aukaspyrnu þarna. Þetta leit svolítið þannig út. En það augljóst mál að það á alveg að leyfa hérna smá átök. Og þá verðum við að spila samkvæmt því. Algjörlega. Lára á Birgittu, Birgitta á Sigrúnu og það aukaspyrna dæmt. Sigrún Eva tekur þessa spyrnu. Hárbolti inn að teiknum. Anita skallar frá. Ísabel skallar hana tilbaka. Og Mattisson lyftir þessu fram. Harka í skagaliðinu hana. Ísabel vinnur boltan. Erna Björt. Birgitta finnur Ísabel út til vinstri að Lára upp í horni síðan og framalega fyrir Birgittu. Ágætis hugmynd. Það heyrði skarpinn og verið að kalla á Birgittu að taka og touchi fyrst. Lewis langur bolti fram. Mattisson skallar hann. Starr tekur frákastið. Já, vel gert. Marín skalið verður fljóta tilbaka. Það er Starr og Brynja, nei það var vist Marja og vel gert þetta hjá Völu Marju. Vala frábælega gert. Nær hún þessum aftur? Nei. Sterk þarna Marja Rán. Brynja kastar þessu inn á Hildu. Baka á Salome. Ramírez lyftir þessu inn á teiginn. Vala hreinsa frá. Erna Björt nær ekki að taka með sér. Kristrún vinnur að henni boltan. Hálftími liðinn, staðan ennþá 0-0 í svona freka bragðdauðum leik ennþá. Svo að ég myndi halda það af þjálfurunum teimur og þá væri nú kannski Skarphéðinn sem að væri kannski aðeins óanægari með sitt lið heldur en starfsystir hans úr Keflavík. Já. Já, allan það sem við þekkjum, við kannski þekkjum það svo sem betur, þá eiga þær að geta aðeins meira. Já. Þetta líka, bara heimavöllurinn er mikilvægur og þarf í rauninni kannski bara að tengja saman. Það getur breytt svo miklu, tengja saman 2-3 sigra. Eins og núna á þessum tímapunkti bara til þess að setja tón einhvern veginn inn í afgangina tímabilinu. Nákvæmlega, skiptir öllu máli. Að vera það lið sem fer á það rönn sko á þessum tímapunkti. Ariela skoti beint á Kílil í markinu. En það er Ariela Lewis sem er svona þeirra hættulegust. Sjáum þetta aftur hérna. En skoti er af löngu færi. Það er Vala kastar þessu Sunna átti að fá þennan. Anita Lind gerir þetta gríðarlega vel og aukaspyrna dæmd af Sunnurún.
Þá kemur Keflavík, Ramírez. Reynir að finna starf. Lára les þetta vel. Þannig Keflavíkur lið pressar vel hérna. Það er bara mættar leið. Sunna, góður snúningur hjá henni. Það að læða honum hana upp á Birgittu, gengur ekki, vinnur innkast. Kemur Skagalið, Lára. Þessi sending inn fyrir á Birgittu en rangstæða dæmd. Langur bolti fram. Sigrún og Mattisson hérna ætluðu nú báðar í þennan. Það hlýtur nú að vera Já, hlaut að. Ha? Nei. Nú ætla ég að gera athugasemd. Já, þetta var Skulum sjá þetta aftur hérna. Sjáum að hún heldur henni. Hvernig má þetta vera mjög svo skrítið. Já, algjörlega. Fyrir bæði lið. Akkurat, það snýst ekkert bara en það var ágætt að það kom ekkert út úr þessu. Kílil með spilnuna hérna út til hægri. Erla Karitas tekur hann niður. Brynja í bakkinu á henni. Vala tilbaka á Mattisson. Kílil síðan. Finnur Sigrún Evu. Sigrún lyftir þessu fram á við. Birgitta lögðast það. Ramírez líka. Boltinn tilbaka á Önnu. Og kemur síðan löng sending fram frá henni. Sunna Rún vinnur hann. Vel gert. Það var vel gert hjá henni. Mattisson á Völu. Vala finnur Ernu Björk. Hún á Ísabel. Ísabel finna Sunnu Rún. Anita gerir þetta vel. Gríðarlega traust þarna í vörninni hjá Keflavík. Frábærlega gert hjá Erlu Karitas og brotið á henni. María Rán fær tiltal en aukaspyrna á bara fínum stað fyrir Skagalið. Það verður nú alveg fínt fyrir leikinn að fá eitt svona fyrir hálfleik. Mattisson kominn inn á teginn, Selma Dögg kominn inn á teginn. Svona lyftur þessu inn á fjær og hér fellur Mattisson við. Kaja tekur frákasti fyrir skoti og það er í varnarmann. Og þá kemur Keflavík Lewis fram á starr. Alveg inn hann í hinni með. Já, en það er fylgja vel á eftir hérna. Lewis og Skagalið komið tilbaka, sendingin hérna síðan inn fyrir og aftur fyrir. Skagalið það eru snögga tilbaka. Mjög snögga tilbaka. Erla Karitas með góðan snúning, finnur Sunnu Rún. Sunna
Hilda til varnar, Sunna með sendingunni yfir, Brynja skallar þetta frá, Ísabel nær til boltans, kemur hún á Sunnurún, Sunna tilbaka á Sigrúnu, hún er undir pressu hérna, vel gert hjá henni. Lára út til vinstri á Kæju. Lára finnur Sunnurún, Sunna með tilraun til snúnings, góð vörn hjá Salome og allar Karitas ekkert dæmt, Keflavík með boltan ennþá og Selma gerir þetta vel, hreinsar þetta frá. Það hefði nú getað fengið gull spil þarna. Klálega. Þá er Keflavík að reyna að búa sér til færi, gengur ekki. Vörnin búin að vera nokkuð traust hjá skagaliðinu. Vel gert hjá Ísabel og brotið á henni. Og það er fyrsta gula spjaldið. Það er leikmaður númer 21. María Rán Ágústsdóttir sem að fær fyrsta gula spjaldið. María Rán. Hlaut að koma því. Já, það hefði verið skrítið ef það hefði komið. Það hefði nú ekki leikið til þess þannig að það gerist ekki neitt. Nei, akkurat. Sendingin tilbaka, Skarpi vill fá pressun alla leið en Erna Björk frekar einmanni í henni þarna. Kemur langur bolti fram, Marín eldir en Selma er á undan. Sendingin hennar beint á Starr síðan með sendingunum á teginn. Ísabel tekur hana niður. Svona í pressuna hérna, Birgitta kemur líka og Vala vinnur þennan. Hér er að skapast möguleikar. Vala finnur Birgittu, nú vantar einhvers niður hlaup. Birgitta reynir að finna Sunnu, gengur ekki. Sunna síðan með pot inn fyrir á Ernu Björk sem að það var svona, hvað maður að segja, þetta var svona, það vantaði aðeins einhvern veginn svona ákveðni í hvernig þær myndu útfæra þetta því að staðan sem það komist í þarna var ansi góð. En við sáum að Sunna reyndi að koma honum aftur á Birgittu þarna. Og þetta át á Ramírez. Marín með Láru í bakinu hana og aukaspyrna dæmd og Marín sem að fær tiltalið. Kannski Lára heppin að fá ekki spjald þarna. Já. Bolti fram, Selma hreinsar frá, Starr og Marín aftur með Láru í bakinu og ekkert dæmt á Láru. Ég skil pínu gremju Marínar þarna. Hann er sem búinn að gera þetta á báða sko. Já, algjörlega. Þetta er Kíli með fína sending á endanum á Birgittu. Birgitta sendingin hennar tilbaka ekki nógu góð. Það er Lewis. Vel gert hjá henni, finnur Hildu sem að setur hann síðan inn á fjársvæðið en Kílil Kesvar grípur þennan
þægilega og enn eina ferðina setur hún hann upp í lofti. Við erum búin að sjá þetta svolítið í undanförnum leikjum líka. Já, hún þarf líklega að æfa sig aðeins meira í þessu, ég veit það ekki. Já, ég veldi bara einmitt fyrir mér sko hvort að því að hún getur alveg kasta líka sko, að hvort að það ekki bara einfallega betri valkostur í þessum aðstæðum hérna. Lítill vindur. Já. En styttist í hálfleikinn hér. Ramírez reynir sendingun á tegin, nærði ekki Birgitta. Lewis vinnur vel tilbaka. María tilbaka á Starr. Hún inn á Kristrúnu. Lewis með góða snúning hér og stígur síðan inn í Sigrúnu sem að gerði vel hérna að loka þessari leið. Það myndi að Vala María vinnur hann fyrir Ía, leggur af stað. Hundelt hann af Hildu. Vala komin alveg yfir til vinstri og sendur hann upp í hornið. Sunna með fína pressu hérna. Vinnur boltan af Ramírez. Erla Caritas með boltan inn á tegin. Erna rétt missir á honum og Anita skallar þetta frá. Mattisson gerir vel hérna, vel á verði. Spurning hvort að miklu er bætt við. Nei, engu er bætt við. 0-0 hér í bragðdaufum frekar baráttu svo sem fyrir hálfleik. Berglind, hvað þurfum við til þess að fá betri seinni hálfleik hérna? Mér finnst okkar konur allan að þurfa að halda betur boltanum. Mér finnst Keflavík og stelpurnar betri í því, í þessum fyrir hálfleik. Láta boltan ganga og já, við erum svolítið að kýla. Já, ég er sammála því og við bara vonum að Skarphéðinn allavega okkar megin frá Skarphéðinn svona berji smá einhverju sé að hlusta á okkur. Já, hann sé að hlusta á okkur, hann er eflaust af því og bara við Berglind ætlum að taka okkur pásu hérna líkt og aðrir og komum með síðara hálfleikinn eftir cirka 15 mínútur, ekki vara langt.
komin lotti, já. 1-2. Jæja, þá er seinni hálfleikur að byrja hérna og það er nú bara útaskipti hjá okkur. Örn þurfti nú því miður að fara á myndavélina, þannig og í staðinn fyrir Örn dettur inn Magnea Guðlaugsdóttir, velkomin Magnea. Takk fyrir. Við erum nú kannski ekki, svo verðum nú alveg heiðarlega Magnea. Við vorum góðar í fótbolta og teljum okkur verið ennþá góðar í fótbolta en við erum kannski ekki droslega góðar í að lýsa leikjum. Þú ert nú meira búin að vera í þjálfarastöðunni. En við gerum okkur besta. Já, við ræddum þessu. En hvernig fannst þér fyrir hálfleikurinn, Magnea? Þetta var bara mjög jafnt. Já. Fannst mér, við áttum hættulegri færi, fannst mér. Kaja fékk mjög flottan bolta þarna í gegn Sigrúnu. En annars hefði þetta bara verið svona hálffæri á Keflavík, það er rosa mikið barátta á miðjunni. Og mjög hraður leikur, ég er mjög ánægð með hraðan leiknum. Já, þar voru mættar líka bara strax í skaðistelpuna, ég var svolítið ánægð með það hjá Keflavíkurstelpunum. Já. Það er bara pressuðu strax á það, það fengu eitthvað fyrir með boltan. Mjög flott ápressa hjá báðum liðum. En það má alveg vera aðeins meira færi í seinni hálfleik, við sjá aðeins meira. Ég held að það komi líka. Við höfum trú á því. Já. Við farum kannski svona í rólegheitum yfir að hvort eitthvað breytingar hafa liðið og ég sé það nú ekki svona í fyrstu sko. Ekki bara sama að vera á það. Já, alla hjá Skagastólpu. Já. Saman með það. Svona 15. Allavega einbreyting á Keflavík. Komin inn á hérna nummer 15. Já. Við verðum líka að viðurkenna það að við fórum ekkert að fikta mikið í græjunum hérna til að finna út einhverjar upplýsingar, þannig að fólk verður bara að leyfa okkur að gera þetta eins vel og við getum, Magnea. Já. En okkur sýnist allan að nummer 15 vera komin inn á sem að við getum nú kannski sjáum við það hérna. Sjá. Jú, Olivia Madalín Símons er komin inn. Við erum með hérna. En engin breyting að Skagaliðið allan. Engin breyting þar. Það byrjar svolítið mikið út af. Það er ekkert að kenna rokinum. Nei. Þó að sé stundu kalt hérna, þá getum við ekki alveg skilt okkur bara okkur það. Það er vel gert þau svona. Þessi er flottur, Pota. Já, vel gert.
frábært mark hjá henni. Það er Sunna Rún. Frábær byrjun. Nú leið og við byrjum að spila boltanum og höldum hann ekki. Við erum búin að vera svolítið að kýla boltanum. Það var ekki eftir hann. Nú held ég að við fáum rólegra lið. Þú veist að byrja svona flott seinni hálfleik. Það verða rólegri, halda boltanum. Þetta verður frábær byrjun á seinni hálfleik. Já, þetta er mjög góð byrjun að fá strax mark. Þannig að það geti svolítið halda honum niðri. Það hafði á tilfinningunni svolítið í fyrirháleika þegar þú veist boltinn var heitur á tímabilinu. Það bara kýlti leið. En við vorum að koma svolítið meira fyrir í þetta. Lapp verið vel gert. Takum bara niður hann eða. Það eru nefnilega að fara góður í þessum Keflavíkurstúlkunar að halda í boltan. Það eru mjög góður í því. Við vorum einmitt að tala um það hér fyrir hálfleik. Það verður alltaf ákvæmt þegar að lið sem eru ekki alveg tengt höfuðborgarsvæðinu en næði að vera með bara nokkuð gott kvennalið. Það er alltaf ánægjaefni. Við eigum nú nokkra minningar leiki við Keflavík á okkar tímum. Já. Þó að sé Norris svolítið langt síðan. Já, það er svolítið langt síðan alltaf í efstu deild. Já. Unnum við ekki einhvern tímann í bikar? Er það ekki? Jú, Já. í Mosfellsbæ. Já, nákvæmlega. Þetta ætlar að vera svipaður seinni hálfleikur allavega eins og það er. Það er svona baráttan á miðjuna. Já, algjörlega. Það áttu það svolítið Keflavíkurstúlkur í fyrri hálfleik. Já. Þannig að það var aðeins yfir þá. En liðin er á svipaðum stað í deildinni eftir þessa byrjun. Já. Þannig að hugsa það sé bæði lið vilji nú vera ofar. Þannig að Já, við erum í sjötta. Og það eru sjötta ekki. Sjötta Ekki sama. og sjöunda er það. Bæði með 4 stig. Þú gæti hafi farið yfir þetta áðan. Já, þannig að það er mikilvægt að ná stigum, sérstaklega heimavelli. Hún er mjög öflug í snúningunum þessi. Sjáu þið? Það var bara vel gert hjá henni. Hættuleik maður. Já. Þú ert með gleru, þú sér þetta kannski betur en við erum orðin svo miðaldra, við sjáum ekki neitt núna við séum með gleru orðið. Ef við þurfum að koma með einhver nöfn hérna, Magni. Já. Þetta er vel gert hjá Ebbi. Já, vel gert. Tajan er þessi snögg. Já, vel gert. Já, að gera skjóta, vel gert. Þetta byrja samt mun betur heldur en fyrir hálfleikum. Það er strax meira búið að gerast. Já, þú sér það strax sjálfstöðustuðið þeim sko. Við erum flott ræði á skarpa í hálfleik.
þjálfaði þú liðið, voru það margar af þessum hjá þér? Hvað eru 2 sumur sem þú varst? Já, Erlendu leikmenn það eru 5 eftir íbyrjulegir sem voru hérna. Já, ok. Þannig að einhver á bekknum líka. Já. Skilst að séu nú nokkur þarna eitthvað tæpar sem byrjuð ekki inn á. Já. Það Anna er tæp og Lísi tæp. Ég hrifin af þessum leikmanni, hérna, hvað Ariel, já. Keflavík, mjög stórhættuleg. Þetta getur hættulegt. Já. Það er rosalega vel Ari hérna. Já. Hvernig má þetta? Við vorum nú aðeins að hafa afspyrnuna af sumum dómum í fyrri hálfleik en svo sem kannski fyrir bæði lið, ekkert endilega bara hjá okkur en við vorum svo pínur hissa á sumum. Já, Hann leifir náttúrulega leiknum að fljóta sem svo sem ekkert alltaf allslægt en það voru nokkra Já, það fer sína leiðir atriði, já. Það er eitthvað ekki nána með þetta. Alltaf aðeins ennþá. Það er bara mjög sterkar eftir Stón Mattisson. Hún er rosalega. Hún er alltaf vönaði ekki að vera á miðjunni. Jú, en þetta er samt upprunalega staðan hennar. Já, ok. Henni finnst mjög gaman að spila þessa stöðu, veit ég. Já. Það tala eitthvað við Kæju. Það er vist að hlýða þessu. Það er bara svoleiðis og stundum hérna finnst mann alveg þeir mega stundum tuða aðeins minna en hérna það er hlutaleiknum. Já, ég segja það. Það fyrir þess að stelpur eru það góður í fótbolta. Það þurfi ekkert að vera þarna. Gaman að sjá Sigrúnu aftur í gulu. Já, frábært. Algjörlega frábært. Já. Það er mótið kemur og það er ekki gott að heyra að hvernig það er að gerast í afturreikningu en vonandi lagast hann. Já, nákvæmlega. En við erum alltaf magnalega glaðar þegar að okkar stelpur koma aftur heim þó að séu ekki nema í einhvern ákveðin tíma. Það er bara þannig. Mjög sterk fyrir félagi, liðið að fá hana líka, hann er svona sterkur liðsfélagi. Já, algjörlega. Fyrir utan alltaf hún er góð í fótbolta. Já. Já, vel gert hjá Hörpu. Frábær stuðningur hjá Hörpu. Bara að fara af stað. Já. Það hefði verið gaman að sjá Láru koma hratt hérna upp þegar hún sá þetta var að gerast. Hún náður að halda svolítið stöðunni reyndar. Selma búin að vera fín hérna í ný staða fyrir henni. Já, hún búin að vera hérna í góðan tíma hjá Skarpa. Já. Hún búin að standa sér mjög vel hérna. Já, mjög örugg í því sem hún er að gera. Já. Eins Vala búin að standa sér vel líka í dag og eins og svo margar en kraftur í henni líka.
Hefur hún þetta frá þér Magnea? Það heitir nú frænka þín. Ég hugsa það sko. Já. Alltaf góð allavega. Já. Pappina var nú svo sem ágætur í fótbolta, ekki eins góður samt og þú. Nei. Fín. Þessi rosalega flottur. Ég hef líka fundist gaman að skjóta bara. Já, að gera. Það er gaman að sjá líka Birgittu. Hún kom inn í síðasta leik þegar ég allan að horfa hérna heimaleik. Já. Ung stelpa. Rosalega kraftur inn. Hún er alveg eldfljót og gaman að sjá hana. Já, það verður rosalega gaman að fylgjast með henni. Og bara eftir að vaksa. Já, kannski svo sem að er að koma ný inn í byrjunuliði. Hinnar hafa nú flestar verið. Af þessum ungu. Já, nákvæmlega. Það eru orðnar reynslu mikla þessar ungu reynslu. Já, það sé ekki, já, hvað 17 ára kannski. Já, ekki það. Nei, á 17. ári. En svo Vala og Sunna. Já. Svo er maður einhverja að bekknum líka. Já. Við erum búin að vera samt pínu í brasi með meiðsli á þessum ungu stelpum okkar. Já. Það eru nokkrar ára, er það ekki? Það er 3-4 sem eru alveg núna fyrir utan okkar meiðslum. Jú, það ekki. Og langtíma meiðslum, sko, krossbönd og... Já, það eru allavega 2 í krossböndum. Já. Kolla og Birna. Lilja var að koma stóra aðgerð. Lilja er, já, hún tekur tíma í henni líka. Já, þannig að... Það er alltaf búin þetta að stelpurnar gefist upp og leiða að fara í svona mikil meiðsli og aðgerðir og langt tímabil til að koma sér stað aftur. Já. En sem betur fer eru þær allan alveg fullið þá að koma sér í stand. Þær eru líka svo ungar sko. Já. Og Kolla er þetta slítið annarskipti sko. Já, einmitt. En það sem betur fer þá eru þær ungar. Þetta verður ekkert mál fyrir þær að koma tilbaka. Stundur kemur maður sterkar tilbaka eftir svona. Já. Sleist þú krossbönd? Þú varst í einhverju með sinni eftir? Já, ég sleitt. Það gerast nokkuð skipti núna andandir í loftið. Já. Markmannum okkar. Það þarf að æfa sig aðeins í þessum lágu. Það er Dína fyrir að kenna þetta. Já. Ég vilja fá þær ofar. Minnka svæði í leikunum hérna. Ekkert gefið eftir. Nei. Kannski þeir sem voru að koma að skjánum og fylgjast með þá af því við kunnum nú ekki setja neinn nöfn inn á neins staðar á þessum skjá hérna, en þá var það Sunna Rún sem skoraði fyrir okkur fljótlega í byrjun seinna hálfleiks. Það var ekki bara eftir fyrstu mínútu, það var ekki bara 40. og 70. sem náðu að skora. Jú, eftir 70. Já. Það fengið smá högg þarna Keflavíkurstúlkan. Já. Vonandi að þetta sé ekki alvarlegt. Það er einhver strax farin að hita hjá hann, en það getur verið.
búin þessi kannski, ég veit það ekki. Já, vonum ekki. Jú, Setja bara strax skiptingu, þannig að það hefur eitthvað. Guðrjóna þjálfari tilbúin með aðra inn. Sýnist Vala að vera sest líka, já. Þeir eru að nýta tíma og græja hana líka. Veist þú hvort að, því nú kannust við nú báða við Guðrún Jónu, þjálfari á Keflavík. Er hún búin að vera lengi með því, veistu það? Ég held að þetta sé, sko hún var búin að vera aðstoðarþjálfari þarna eitthvað. Já. Þannig ég held að þetta sé annað ári sem aðalþjálfari. Okay. Eða kannski þennan fyrsta, ég er ekki alveg viss, ég held að þetta sé annað ári. Já. Gaman að sjá þegar að þessar fótboltakonur endast í þjálfun líka. Já. Það er eiginlega svolítið sjaldgæft. Já, við erum óbúslega fáar eftir sem aðalþjálfara. Já. Ég held að hún sé bara eina af allavega fyrstu og annar, mest efstu deild og næst efstu. Já, sé eini. Já, ég held það. Ég veit ekki hvernig staðan er í annar deild. Nei. Fætingurinn í, inn í bóksinu. Það er fýtt bútt í hann. Hún er alltaf glaðar að það fer ekki í loftið, sko. Já, það er akkurat svona sem hún á að sparka út. Já. Og Keflavík fljótar að fara í stöðurnar alltaf. Mjög fljótar. Já, að bakka og komast til stöður. Já. Við erum ekkert að keyra hratt á þér. Nei. Og svo sem má alveg segja það sama í Íslandsbikarnum í fyrri hálfleik. Þær voru fljótar tilbaka þegar að... Já. Það er mjög snakkar. Það er nú. Þetta hittur að vera aukaspyrna, ætla ég að segja. Það er á spjald fyrir þetta. Það er rosa hörðar Matti, sko. Gott að vita hvernig að stoppa þegar mann er að ræða við dómarann. Já. Hún er fór spjald. Síðustu mínúturnar kannski aðeins að þróast eins og fyrir hálfleikurinn var. Það var bara... Já, mikið móð. Já. Sjálf sér kannski lítið í gangi, annað en bara barningur mest á miðjunni. Þetta var vel gert. Við myndum að láta boltan rúlla svona, koma svo með hann yfir. Kæja er þetta eldfljótt. Já. Inn, já. Já. Við gerðum þetta vel. Við Keflavík stelpan. Já, vel varist. Nei. Við gerum aðeins fara að kalla dómarinn hérna.
Þú veist að dæma lítið stundum. Já, úff. Æ. Það var annað gullspjald myndi ég halda. Já. Það er Sigrún Eva núna. Já. Keflavík gerði breytingar í sínu liði. Út af fór nummer 9, Maríu Guðmundsdóttir og inn á nummer 8, Annika Berg frá Egilsstaðir. Við heyrum þetta í karlkerfinu við. Náttúrulega tókum ekkert fram hvað kom inn á í staðinn fyrir hann sem fór. Áhorfendafjöldinn í dag var 237. Hvað sagði hún, Magnea? Hver var það sem kom inn á? Heyrðu það? Nei, það ekki. Nei. Ég fannst nú tala allan að María Rán hefði fyrir út á. Það var svo sem að meiddist. Já. Við erum hafa rétt fyrir okkur. Við getum bara kíkt á þetta hérna. Þeir eru að leita. Selma að stoppa. Vel gert, já, vel gert. Þetta var vel gert að Selma. Þeir eru nú frekar sena með þetta vegna við erum reyna að standa okkur hans í þessu. Ég held að við verið svo sem er nummer 8 sem kom inn áðan sem er Annika Bergrán. Við erum skipt út á núna. Eftir meiðslin hjá henni Maríu. Já. Næri svo henni snögg. Það er svo fast stundum hjá okkur. Það er eitthvað kerfi í gangi hérna. Þá er þetta. Þetta er hressandi nú. Takk með allir. Sýnist nú skaða skarpiðinu hjá skaðanum eitthvað að huga skiptingu hérna. Já, ég held að það væri svolítið sterkt. Það er bara að taka niður og skila þessu. Komið smá þreytu í Skagafjörð. Það vera rosa mikið keisla. Já, mikið hraði. Sem er náttúrulega frábært. Hvernig má þetta vera? Ég er bara... Þetta fer ekki vel í Skagafjörðunar. Er hann að dæma? Já, hann dæmdi þetta. Já, þetta. mér fannst þess að hann ætlaði ekki að dæma þetta. Ég gefa hann tíma.
Sýnist Anna vera að gera sér klára, koma inn á. Já. Hún er að koma meðslum. Hún er búin að vera meidd eða er hún búin að vera tæp? Já, hún var meidd og þetta svona... Var hún ekki í síðasta leik? Nei. Hún sá ég hann ekki, nei. Okay. Hún er að fá fyrstu mínúturnar í nótt. Hvað er þetta? Þrír leikir eitthvað slúðis? Já, ok. Það munar nú með hana. Já, gríðarlegur reynslubolti og bara góð. Mjög hörða sér. Duglegur leikmaður. Já, gefur ekki neitt eftir. Það veit hún sér, syngist með. Og það jafnar leikinn. Það var bara vel gert hjá þeim. Þetta var erfitt að verja. Já. Og flott skot hjá henni. Þetta var leikmaður númer. Það er ekki númer 7 skoraði. Emma. Já. Það er allan að koma 2 mörk. Jöfnumark Keflavíkur skoraði Hildur Rós Hafsteinsdóttir. Hver fór út hjá okkur? Birgitta. Ekki? Jú. Birgitta fór út, Anna kom inn og færist aðeins til hennar. Það var bara að halda áfram. Já, ekkert annað. Það var að passa sig okkur kona. Já. Það láta bolta ganga. Þetta verður að gera eitthvað svona full flókið fannst mér. Já. Það verður oft verða þegar það er mikið pressa. Þetta var fínt bolti, það var bara enginn mættur. Sigrúnu. Já, svona. Það er að vera að hjálpa núna. Og svo. Þetta var skemmtilega gert hjá Sunnu. Mjög flott. Mjög gott valda boltanum. Já.
Skagastráknir eru mjög þéttar. Það finna enga leið í gegn Keflavík-stelpur. Ekki eins og allavega. Það var ástæð. Fáum við ekki sigurmark í leikinn? Það væri, er það ekki nauðsynlegt? Sættu okkur við jafntefli? Nei. Nei, Við gerum það ekki, en sko með hvernig leikurinn spilast, þá kannski spurning hvort það sé sanngjarnt, sko, það er hins vegar annað, en þessi fótbolti er nú ekki þetta sanngjarnt. Nei. En mjög flottur leikur, sko. Já, margt mjög gott. Rosalega flottur. Og það eru mjög þéttar líka Skagastráknir eru líka búin að gera breytingar á síðan. Út af leikmæli 25, Birgitta Lilja og eina kom Anna Þóra. Komum svo stelpur. Sparkaði hann bara í Matti. Fekk spjald fyrir. Já, ok. Keflavík. Ekki bolti nálægt. Nei, það gera þeir á horninu. Svo, þetta var vel gert. Það var rosalega flott. Og það er líka bara flott fyrir leikinn ef það kemur mark upp á bara hraðan og baráttuna. Nákvæmlega. Það eru þarna 10 mínútur eftir. Aksjónin í lokin. Það væri frábært. Það er mikilvægt fyrir bæði lið að fá stig. Helst 3 stig myndi ég halda. Koma sér ofar. Já, þetta er rosalega þétt. Deildin er rosalega þétt. Það vil segja að það er stutt niður og stutt upp. Já. Það fáir leikir, það er bara 18 leikir í þessa deild, en þetta er rosa svona aggressív deild. Já, Káringarnir hafa unnið allt sitt hingað til sem vorum að skoða þetta á það. Já. Það er eina liði sem er með fullt hús. Já. Það er gaman fyrir Vesturbæinn að sjá þetta glæsileg snúningur hjá henni. Já, það, bara þarna. Frábært. Flott sókn, Skagastrákur. Mjög flott. Við erum líklegri. Þessu staðinu núna, já. Það var vel gert. Það var pínu hættulegt. Þessi fín. Þetta bara... Já, vel gert hjá Kæju. Þetta bara að koma þessu... Skot. Þetta skjóta strax hana. Það hefur verið betra. Já, við erum að klára sóknina. Já, það er jákvæmt. Það er rosa flott. Já, mjög gott.
Þessi fít koma svo. Mjög meiri kraftur í okkar liði núna. Já. Það er gaman að sjá Sunnu í þessari stöðu, fremst á miðjunni. Hún er næstu eins og hún sé framherja. Já. Það er svolítið frjálsa rólu hana. Hentar henni mjög vel. Það henda henni hrikalega vel. Hún er skapandi alveg helling og hrikalega flott. Rosalega vel gert hjá hana. Það er ég, eins og ég sagði hann, ég er hrifin af Já, hún er rosalega skemmtilega þessi. Mjög, sjáðu. Þetta er hérna. Þetta er ekki búið. Nei. Það er ekki saman, það var undir aðeins. Ég held að hafi mikið verið neitt á þetta, eða það? Hvað segirðu? Ég sýndist nú ekkert vera á þetta, hann er bara barningur. Nei, ég við nefnilega sýnum ekkert aftur hérna, sko. Nei, við kunnum ekki, bara þannig að þessi tekið fram, hérna. Við erum bara hér til að leysa og reyna að finna út úr bara allra nauðsynlegasta. Það þyktum ekki neinu hér. Það er vel gert. Það er vel gert. Já, þessi fín. Það var svo flott. Vantar aðeins, þetta er fínar fyrirgjafir. Það vantar aðeins að vanta aðeins inn í tegnum hjá okkur. Það er eins og við séum smá hræddar við að hlaupa fram. Já. Sjáum að dómararnir fættir að telja sekúndurnar hjá markmönnunum. Já, nú er Það er nýtt. komið inn aftur, þetta var nú alltaf eins og þeim, það var 6 sekúndurnar þegar við spiluðum. Já, akkurat. Það eru 8 núna, það var alltaf aðeins. Já, þeir gefa en markmenn fá 3 sekúndur eftir að taka boltan upp og svo byrjar að telja. Já. Þeir eru alveg glerharðir á þessu og ef að klára þessar 8 sekúndur þá er dæmt horn. Það er svoleiðis, já, einmitt. Þetta var rosalega flottur Já, boltinn. mjög flottur bolti hérna. Nú þurfum við að fara að stíga upp aftur. Það er ástæða. Ég held að við getum nú alveg verið sammála að seinni hálfleikurinn búin að vera töluvert betri hjá báðum liðum. Já. Allan aðeins meira að gerast inn í teig. Já, það er hættulegri færi, Já. það var meira aksjón samt, sko. Það var meira svona pingpong í fyrri hálfleik. Já. Þetta er flottur leikur. Besta leikur sem ég hef séð hjá hann. Ég hef náttúrulega bara búin að sjá heimaleikina. Já, ég líka. Það er vel gert það enn í leikustöfnum. Þetta með boltan. Koma með. Hún hangir í henni. Já. Reynsluboltinn í Sigrún. Það er gert það með mikið vært. Já, það skiptir ekki að skagamönnum. Natalia ekki. Hver er að fara út af? Ísabel. Hvernig er náttúrulega? Nei, Sigrún. Sigrún út. Sigrún að fara út af og inn á er að koma hver? Nadia. Nadia, já. Það sýnist það. Kannski að benda fólki það. Nadia er litla systir hennar Ebbu. Já. Ernu.
gert. Þetta er skot. Það er vel gert. Og fara mikið hérna í gegnum uppkantinu á Völu. Það er hóttinu. Í að gera breytingar sem liðinni út af þegar leikmaður 18, Sigrún Sigurðardóttir og bjóðum velkomna í hennar stað Nadíu Steinunni Elíasdóttur. Einnig þetta stelpur. Þessi fýtt, koma svona hausinn í þetta. Já, þetta var vel gert. Var það Selma? Það er Selma. Nei, hvað er hún að dæma? Já, hvað er með að dæma? Að pröfja. Peysutók. Já, ok. Já. Ég tók ekki eftir þessu. Það var eins gott að þetta sé rétt. Já, þetta var gaman að sjá þetta aftur. Það var virkilega vel gert hjá Selmu. Þetta var hörku hotspilnaðan á afgjörslu. Já. Var þetta peysutók sem þeir voru að dæma á? Já, mér sýndist að vera með við hvernig línuvörðin lét. Já. Hún er mjög fljót. Mikill kraftur. Við fáum hörku spennandi síðustu mínútur hérna. Já. Kom eitthvað stað fram, hvað var bætt við magna, eða sástu það? Ég tók ekki þetta, ég var svo mikið að horfa á. Nei, erum við með eitthvað sem segir það? Ég held ekki. Nei, það menn. Það sé ekki þessar típisku þrjár. Já. Ég þarf eftir að stíga upp á hana, hægja á henni. Þannig eftir rangstæð. Maður leiksins hefur verið valinn og er þessu sinni Sigrún Sigurðardóttir. Áframsóknar stelpur. Við heyrum hindi í karlkerfinu að áhorfendur hafa valið Sunnu. Já, ég líst mjög vel á það. Já, við erum alltaf að höfum mjög vel. Jæja, við erum sterkar í föstum leikadröfum, það er áhugavert. Verðum við ekki bara að endurtaka þetta núna, vonandi að enginn tóð sér neina treyjur inn. Nú er fína hrattspyrnur, koma svo aftur bara að nú nákvæmlega eins bara nú yfir. Nú þurftu að endurtaka þetta.
svo hrædd að það verði einhver læti hérna í okkar konum eftir leik að spyrja. Það verður að passa að það er ekki á harkalega í dæmanum. Nei, hún var ekki fyrir, bara áfram. Það var vel gegn henni. Svo flottur Ebba það bara halda. Já, hljópa. Taka með sér. Ekki brjóta. Hann dæmdi ekki á þetta, hann veifaði ekki í línuverðunum. Jæja, áfram. Ebba hissa að þessu. Já. Hann hefur bætt við allavega 5. Já. Og hann alltaf meittist þarna áðan. Já, það er rétt. Þannig að það kannski... Það er lágur svolítið hjá hann. Já. Það er rétt. Þannig að það er samt að líta á klukkuna, þannig að ég held að fara að flauta sko. Það fannst mér nú vitlaust einn kannski á nú. Það er fyrir þannig eitt maglega, hvað segir Mér finnst þetta bara virkilega sterkt stig samt sem aðra. Mér finnst okkar konur áttu skilja að sigra þetta. En þetta er virkilega sterkt stig. Keflavík eru mjög góðar, virkilega góð lið. Mjög góðar. Það er eftir að fara langt Keflavík. En eigum við ekki bara þakka fyrir okkur. Við rifum ekkert úr sambandi og ég held að við höfum ekki klúðra neinu. Þannig að já, við þakkum bara fyrir okkur og ég vonum allra vegna að Öddi verði kannski bara næst. Bara takk fyrir. Takk fyrir.